Já, ég bara gott kvöld, komið öll sæl og blessuð. Það gott að fá að vera með ykkur hér og fá að tala þetta efni, kristniboð. Mér finnst það mjög viðeigandi á þessum degi sem hefur verið útnefndur dagur hamingjunar. Því að við þekkjum það að þekkja Jesú Krist getur verið mikil hamingja og mikil hamingja. En það svo merkilegt, mér langar að segja okkur frá því upphafi fyrir mörgum árum síðan þegar ég satt þarna ásamt bæði Íslandingum og Kenýabúum undir lauftrjám sem var kirkja þeirra, að þá þekkti ég ekki Jesú. Ég vissi ekki að ég hafði farið á einhvers á mis í lífinu og vissi ekki að ég var að missa einhverju hamingju. Og ég hafði einhvern veginn ekki áttað mig á því hérna á Íslandi því að Íslandingar eru svo hæverskir og hljóðlátir og mörguleyti lokaðir að þeir eru ekki mikið svona að fríka sinni trú. En það fór ekkert á milli mála út í Keníu að það fólk var afar hamingjusamt að þekkja Jesú. Og það var mikil gleði í kirkjunni og það var hoppað og sungið og það fór bara ekki á milli mála að þetta fólk átti eitthvað sem að hræriði við manni. Mér langar að byrja hérna aðeins, það hefur fylgt þessum fyrirlestum og kemur fram í þessari bók. Þetta svona sagan sem fylgir okkur í gegnum þessa bók sem að ég hef haft hérna til hliðsjónar í mínum fyrirlestri, að það sagan um ferðina til Emmaus þegar að þeir fara til Emmaus og hitta Jesús á þess að átta sig á því og hann fer að ljúka upp reikningunum og tala við þá. Og það sem að mig langaði að horfa á í kvöld úr þessari sögu þessi hluti. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann en hann hvarf sjónum. Og þeir sögðu hvor við annan, brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur reikningunum. Og þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerúsalem. Augu þeirra opnuðust. Við augum öll okkar innri augu og þau voru misnæm og misjafnt hvernig þau sjá og það þetta sem svo mikilvægt í kristniboði. Hvað það sem opnar augu okkar? Hvernig opnast augu okkar fyrir þessum veruleika sem að okkur hulinn öðru leyti í þessum heimi? Og kristniboð náttúrulega algjörlega tilgangslaust ef að það opnar ekki þessi innri augu fólks. Og annað sem að mig langar að staldra við í þessari sögu það að þegar þeir uppgöta þetta, þegar þessi veruleiki verður ljós, hvað gera þeir þá? Jú, þeir segja ekki, já, mikið var þetta gaman og fara svo bara heim að sofa. Nei, þeir eru algjörlega uppnumir. Þetta breytir algjörlega þeirri ferðalagi. Þeir fara aftur til Jerúsalem undir eins til að segja frá. Segja frá þessum hamingjuríku tíðindum og þessu mikilvæg að það augu þeirra opnaðist og það breytti lífið þeirra. Bara aðeins til að staldra við með kristniboð, þetta hugtak kristniboð. Árið 2011 var samþykkt á kirkjuþingi stefna kristniboð fyrir kirkjuna sem að söfnuðum landsins ætlað að framfylgja. Og það kemur mjög fram þar að kristniboð ekki bara það að boða, það náttúrulega að boða, en það líka að vitna Jesú, verk hans, vilja hans og dáðir hans og hjálpræði hans, heiminum, sköpunarverkinu og jarðarbúum til heilla. Og þetta það verkefni sem við höfum hér í söfnuðunum og sá vísir sem við höfum. En það sem að upphaflega náttúrulega það sem kallað kristniboðskipunin sem að í Mattheusar 28. í lok Mattheusar Guðspjall, þar sem að Jesús
talar við þá rétt áður en hann hverfur af þessari jörðu, að þá segir hann lærisveinunum að þeir eigi að fara og skýra og kenna og gera allar þjóðir á lærisveinum. Og þetta það sem að okkur ætlað að fylgja, ekki bara vígðum þjónum, heldur hverju ein okkar sem að hefur móttekið þennan fagnaða boðskap. Og það ekkert endilega alltaf þannig að okkur sé gefnir hæfileikar til þess að opna augu annars fólk fyrir Jesú. Og það einhvern veginn allt öðruvísi að gera það hérlendis eða í fjarlægum löndum. Og Ragnar kom einmitt inn á það í síðustu viku, þetta að þekkja menninguna og þekkja hvernig maður talar inn í aðstæður fólks. Það þannig að það í rauninni ekki hægt að boða að mínu mati án kærleiksþjónustu. Það ekki hægt, ég held að það bara geti ekki virkað, að maður boði Krist án þess að á einhvern hátt að sýna umhyggju í leiðinni. Það ekki bara með predikun og vitnisburði, heldur líka með kærleiksþjónustu og málsvörn fyrir réttlæti að vitna veruleika Guðs ríkis. Það hægt að stunda kærleiksþjónustu aðeins að boða og það náttúrulega mjög algengt. En það ekki hægt að boða að mínu mati aðeins að stunda kærleiksþjónustu og það alveg sama hvar við erum. Ef við förum þar sem kristniboðið hefur verið að starfa í Keníu og Eþíópíu, þá fylgir alltaf með umhyggja fyrir fólkinu þar sem komið með hjúkrun, með kennslu, með neyðarhjálp, því að við getum ekki snert við fólki öðruvísi en að við einhvern hátt vitnum þann kærleik og þá elsku sem fylgir því að þekkja Jesú. En það líka oft bara þó að við séum að stunda kærleiksþjónustu og það ákveðin vitnisburður að sjálfsögðu í sjálfu sér. Og það þetta læknandi samfélag, það náttúrulega læknandi í sjálfu sér að þekkja Jesú, því að Jesú þráir að lækna líf okkar. En ég nefni þarna 12 sporin bara sem dæmi, því að ég sjálf, 12 sporin voru leið mín til Jesú, það var hluti þar, því að þar leið og maður þó aðalatriði sé þar að takast á við sjálfan sig, líf sitt og þroska sinn og ýmislegt sem maður að berjast við, þá þar spurt áleitinna spurninga. Og það þannig að til þess að geta mætt Jesú, þá þarf maður að opna á þann veruleika, að þetta sé möguleiki. Og þessar áleitnu spurningar sem að fylgja manni í gegnum 12 sporin, varðandi æðri mátt eða Jesú, þau geta verið upp á því að opna augum hans fyrir því að æðri máttur sé hluti af raunveruleikanum í lífum hans. Og það ein leiðin, því að það alveg sama hvað maður heyrir og hvað maður les. Ef það nær ekki einhvern veginn inn í raunveruleikanum hans, þá fellur það í grýtta jörð. Og eins margt fyrirbænir. Það margir sem að biðja fyrir fólki og við vitum að það virkar og við vitum að það á vissan hátt kristniboð. Það svolítið eins og sagan lamaða manninn, þegar vinir hans komu með hann til Jesú, lét hann síga niður þakið. Með fyrirbænum við á sama hátt að færa þá sem við biðjum fyrir til Jesú í gegnum bænir okkar. Og ég nefni hérna líka mikilvægi hlýlegs viðmóts við
við mætum fólki með þeim kærleika sem að Jesús boðar og við verðum og við viljum sýna það í okkar biðjandi samfélagi. En ferðin til Jesú, þetta er ferðalag, alveg eins og ferðin til Emmaus var ferðalag. Þetta var samfélag, þeir fóru nokkrir saman í þetta ferðalag til Emmaus. Eins er ferðin til Jesú ferðalag sem að tekur aldrei enda fyrir en að við komumst yfir í annan heim. Þetta er ganga og við getum aldrei þekkt Jesú til fulls. Við getum aldrei þekkt Guð til fulls og þannig að það er ein hliðin á boðun í síbreytilegu samhengi er það að við sjálf erum aldrei söm. Það var sagt hérna einu sinni í grísku heimspekinni að maður stígur aldrei í sömu ána tvisvar. Og það er vegna þess bæði að áin er ekki svo sama þegar maður stígur í það næst því að vatnið er orðið annað. Og eins er það að maður er ekki sama manneskjan. Maður er ekki sama manneskjan þegar maður stígur í vatnið aftur því að maður er alltaf að þroskast og breytast. Og maður þarf að því leytinu til talar orðið til manns alltaf á nýjan hátt. Og við þekkjum það, við getum lesið Biblíuna aftur og aftur og sömu söguna og hún opnar eitthvað nýtt fyrir manni að því að maður er alltaf sjálfur síbreytileg manneskja. Og maður þarfnast þess að manni sé fylgt eftir, maður þarfnast samfélags og víða í kirkjum eru svokallaðir smáhópar eða samfélagshópar sem að halda utan mann og vissulega eru margar aðrar leiðir í kirkjunni til þess að hjálpa fólki að þroskast í trúnni. Ég vil nefna hérna líka kyrrðarstarf af því að það er þannig í okkar samfélagi í dag, þetta er svo ólíkt samfélag orðið en var fyrir þó nokkrum árum síðan af því að hér er alltaf, þú veist, maður er alltaf með eitthvað í gangi, það er útvarpið, það er talvan, og það er svo mikill hraði, við erum alltaf á fleygiferð en það er ekki svo gott að finna Guð í svona samfélagi. Við finnum Guð ekki nema þegar við kyrrum huga okkar. Og það er ekki kannski nóg að því að hugur okkar er svo reikull að stoppa við stutt. Við þurfum stundum langan tíma til að ná að kyrra okkur þannig að Guð nái að komast inn á okkur. Og ég er þeirrar skoðunar að í dag að það sé hluti af því hvað fólk er að færast frá trúnni að það einhvern veginn fær ekki tækifæri til þess að finna Guð í því samhengi sem það lifir í dag og gefur sér ekki tækifæri til þess. Mér langar að segja ykkur frá því að núna er í gangi eitthvað sem að undirbúningur á hátíð vonar sem verður í september. Og af hverju nefni ég þetta í þessu samhengi? Jú, þannig er að þarna koma saman kirkjur landsins og stofnun í Bandaríkjunum sem er stofnun Billy Grahams sem hefur áratuga langa reynslu af kristniboði og boðun allan heim og hefur safnað þessi gífurlegri reynslu í því samhengi og í mismunandi menningarsamfélögum. Þetta er ekki stofnun sem er að reyna að sópa til sín einhverjum trúum, heldur eru þau að koma hingað til að hjálpa okkur til að byggja upp okkar söfnuð. Og bæði byggja okkur upp sem erum þegar í starfi og eins að hjálpa okkur til þess að segja frá og rétta út hönd til annarra. Okkur er þetta oft erfitt að rétta út þessa hönd og segja frá og þau eru að hjálpa okkur og koma með tæki til okkar til þess að koma okkur betur á stað með þetta og það er náttúrulega von okkar að það verði vakning í kringum þetta. Það er vonin. Það verður núna námskeið í apríl, þetta byrjar á því að það verður námskeið þar sem að fjallar þetta árangursríkt trúarlíf, sigrandi trúarlíf, vigti, Krists og eftirfylgd og umhyggja fyrir nýjum í trúnni.
Það í rauninni þá verið að þjálfa okkur til þess að bæði treysta trú okkar og treysta okkur í því að vera vitni og bera umhyggju fyrir þeim sem að koma til trúar. Og í því samhengi eitthvað í gangi sem að heitir Andrésar áætlun. Þar talað Andrés sem var bróðir Péturs Símonar. Hann hitti Jesú og fór til Péturs bróður síns og sagði honum frá því: ég hef fundið Messías, komdu. Og eins erum við hvött til þess að fara til okkar ættingja, vina, nágranna og segja þeim frá Jesú. Við höfum fundið Jesú og segja þeim frá. Og það er þetta svona prógram, og við erum hvött til að líta í kringum okkur, skrifa nöfn niður á spjald sem að okkur langar til að þekki Jesú og komist til trúar. Við erum hvött til að biðja fyrir þessu fólki, líta upp og biðja og finna síðan leiðir til að tengjast, ekki til þess að segja þeim frá því að við séum að biðja fyrir því, heldur bara til þess að sýna þeim umhyggju og þekkja þau betur og tengjast þeim. Og síðan þá að bjóða þeim með okkur á hátíðina og í framhald af því búa til stærra samfélag til þess að eiga með þessu fólki vonandi. Það er okkar von, trúarlegt samfélag. Og þarna er leið, og ég verð að segja fyrir mig að ég er ofboðslega glöð með þetta því að ég sé þarna tækifæri til þess að vitna í mína trú sem að ég er ekki mjög góð í og ekki mjög dugleg í, en mér langar til þess að aðrir þekki það sem að ég hef lært að þekkja. Og þetta getur verið tækifæri til þess og ég vona að við fleiri og mörg hér á Akureyri, við okkur dreymir að það verði 50 á þessu námskeiði. Þá eftir að koma í ljós hvort að svo bæn rætist. En það geta haft margir ástæður fyrir því að það ætti ekki að vera kristniboð. Við vitum það að við orðið kristniboð ákveðin neikvæð tenging. Fólk hugsar ýmislegt sem að gerðist hér áður fyrr, út heim. Það var ekki alltaf kærleikur í fylgd með kristniboði hér áður fyrr og við vitum að manneskjan hefur hérna áður fyrir stundum klúðrað kristniboði og þetta þekkjum við á sögunni og það svona lifir svolítið í fólki að við eigum ekki mikið að vera að skipta okkur af öðru fólki. Það megi bara eiga sína menningu sjálft og í friði. Og eins ákveðin vangeta okkar til þess að lifa sem boðberar. Það erfitt að í okkar samfélagi minnst að gera það og okkar vantar næring og fræðslu til að okkur sé kleift að boða. Mér langar að segja frá því að þegar ég fór fyrir mörgum árum síðan til Keníu á slóðir íslenska kristniboðsins, þá játa ég að ég var aðeins fordómafull. Ég var svona ekki alveg trúið á því að þarna þetta væri eðlilegt og rétt að við værum mikið að vera að boða út í öðrum löndum, en mér snýrist algjörlega hugur þarna því að auðvitað það þannig í dag að það miklu meiri þekking og virðing í dag, þekking á menningum, virðing fyrir menningu og það sem að þeir gera þarna úti, að þeir gefa fólki orðið, en fólki sjálf það mótar messuna, mótar sitt samfélag og hvernig það byggir upp samfélagi trú. En það hefur algjörlega breytt lífið þess að fá orðið. Og mér finnst aldrei gott að Kristniboðssambandið hefur gefið út bækling sem heitir að hugsa líkama, sál og anda. Og þessi andi vill oft verða útundan. Við erum náttúrulega oft upptekin, við viljum hjálpa og við viljum hjálpa fólki að sjálfsögðu sem að vantar mat, það vantar skóla og það afar nauðsynlegt. En fólk í Afríku mjög andlegt fólk. Hið illa mjög lifandi fyrir því og hið góða mjög lifandi og
og það er miklu tengdara þessum andlega heimi heldur en við. Og ég hef fengið að sjá það að það er mjög mikilvægt fyrir það að anda þeirra sé sinnt og þau þekki Jesú og þau eigi þennan styrk. Í mótlæti sem er oft mikið, að þá er það rosalega dýrmætt að geta treyst á Jesú og það hjálpar þeim að komast í gegnum erfiðleikana og við vitum það sjálf að þegar erfitt er að þá reynir meira á okkur og þá er mikilvægara að eiga trú. Og í dag fjölgar kristnu fólki mjög mikið í Afríku. Söfnuðurinn í Eþíópíu, kristna kirkjan þar er einn stærsta kirkja heimsins. Ég held hún sé næststærst á eftir kirkjunni í Svíþjóð. Og af hverju ætli fjölgi svona hratt þarna? Það eru örugglega ýmsar ástæður fyrir því, en ein ástæðan er örugglega sú að fólk hikar ekki við að segja frá og boðunin er meira frá manni til manns þarna. Það er, leikmenn eru miklu virkari þarna í kirkjunni heldur en hér. Nú er ég leikmaður í kirkjunni og við erum flest hér inni leikmenn í kirkjunni. Og mörg okkar hafa hlutverk, það eru ýmis hlutverk leikmanna í kirkjunni, það er sóknarnefnd og það eru kórar og það er ýmis störf, kirkju, þjónar og annað slíkt. En boðunarstarfið hefur ekki hvílt mjög mikið á leikmannum. Ég er þeirrar skoðunar að það sé eitthvað sem að við leikmenn í kirkjunni eigum að taka meira til okkar. Og Íslands samfélag er að verða að mörgu leyti heiðið. Það hefur verið mikil andstaða við kristni og ég er þeirrar skoðunar að því verði aldrei snúið við nema að við sem erum kirkjan, við hinn almenni maður í kirkjunni sem er skírð og öðru leyti ekki með vígslu, að við verðum virkari í því að vitna Jesú. Ég vil líka nefna það hérna að kristniboð í dag er samfylgd í boðum. Það er ekki við sem að förum og boðum þeim trú til dæmis eins og við höfum verið að gera í Keníu og Eþíópíu, heldur er þetta alltaf samstarf. Við förum og vinnum með þeim sem eru í burtu í öðrum samfélögum og þetta er samfylgd og samvinna og samstarf. Við getum alveg hugsað okkur það og það hefur verið nefnt að það verði ekki langt í það að þau sem að uppala viðfarðum Krist til komi hingað tilbaka til þess að boða Krist hér. Því að kirkjan í vestræna heiminum hefur verið hnignandi meðan að kirkjan þarna söður frá er orðin mjög sterk boðandi kirkja. Og ég er að hugsa það stundum hvernig við myndum bregðast við því, hvernig myndum við taka á móti fólki frá Afríku sem að kæmi hér til okkar og vildi segja okkur frá og gera okkur meira lifandi í trúnni. Við skulum að setja okkur í þau spor og vita hvort að við myndum vera fordómafull, myndum við vera að fara í vörn, eða myndum við taka þeim fagnandi. Það er spurning. Ég fór á daginum á mjög áhugaverðan fyrirlestur hjá John Franke sem var hér í Reykjavík daginn og Bandaríkjamaður sem hefur talað mikið þessi tengsl milli menningar og fagnaðarerindis. Og hann segir að þessi tengsl eru algjörlega óumflýjanleg þó að Biblían sé ein og alltaf söm, þá er hún alltaf túlkuð á einhvern hátt og hún er alltaf tengd á einhvern hátt inn í kúltúr og menningu. Og þannig að við þurfum alltaf að flytja hana og orðið og mismunandi hátt inn í mismunandi menningu. Og við vitum það alveg á Íslandi í dag er mismunandi menning, það eru mismunandi menningarhópar á Íslandi.
Og það eru margir hópar sem myndi ekki láta sér detta í hug að koma í kirkju. Koma í kirkju? Til hvers? Hvað ég út úr því? Það er bara fullt af fólki sem einhvern veginn bara, það er svo fjarlægt í að fara í kirkju. En hvernig náum við til þessa fólks? Það ætti að vera áhyggjuefni okkar því að við erum kölluð til þess að boða öllum fagnaðarerindið. Og þó að þessir menningarhópar hér eru kannski við hliðina okkur, þetta getur verið maðurinn í næsta húsi, en er samt á vissan hátt fjarlægur okkur af því að samhengi hans er öðruvísi og skilningur hans á lífinu er öðruvísi. En það er líka mikilvægt að ná til þessa fólks. Við erum ekki endilega kölluð til að boða kristinboð einhvers staðar lengst út í heimi. Við erum líka kölluð til þess að fara á móts við þá menningarhópa sem að koma ekki til kirkjunar. Þá þurfum við að fara til þeirra og við getum verið að við þurfum að gera það á einhvern allt annan hátt heldur en við gerum dagsdaglega í okkar boðun og ykkar umræðu Krist. Það er rétt að nefna það hér og erum við talað það í boðun í síbreytilegu samhengi að við lifum í samfélagi þar sem það eru allskyns trúarhópar á Íslandi og það er fólk sem á sterka trú, aðra trú en við og það er líka aðrir hópar, kristnir hópar, aðrar kirkjur sem eru boða á einhvern hátt öðruvísi en við eða skilja Biblíuna á annan hátt en við. Og þetta samkirkjulega starf verður alltaf mikilvægara og ég finn það að það er að styrkjast og vaxa. Kirkja Krists er í rauninni bara ein, líkami Krists er einn. Og þó að við séum í alls konar kirkjudeildum þá eigum við að skilja okkur sem hluta af þessum eina líkama. Og þá er mikilvægt að við séum ekki bara að horfa á það sem aðskilur okkur. Það er ekki, yfirleitt ekki er það stórt sem aðskilur okkur en stundum horfum við bara það. Það er bara eins og í pólitíkinni eða einhverju Maður horfir voðalega mikið á það sem aðskilur okkur, á hvað gerir þau. Það er við og þið. En það er svo miklu meira sem sameinar okkur og það er mjög spennandi að vinna í samkirkjulegu starfi því að það opnar augum manns fyrir nýjum víddum. Og það er eins með þvertrúarlegt starf, það er mjög mikilvægt til þess að brúa bara brýr á milli okkar, til þess að byggja brýr og ná framgangi réttlætis, betri lífsgæðum og lina mannlegar þjáningar. Enda hefur kristin kirkja yfirleitt þegar það sem hún starfar, hjálparstarfið annað slíkt, það spyr ekki trú. Hjálparstarf kirkjunnar starfar og líka kristniboðið starfar og hjálpar án þess að spyrja trú. Já, ég nefndi það í upphafi að það var samþykkt stefna þjóðkirkjunnar um kristniboð og frá 2011 og þar er svona ákveðin leiðsögn til okkar það hvernig við getum komist af stað í söfnuðunum. Það er talað boðun og samtal og þjónustu, þróunarhjálp, að leggja fjármuni í að styðja þau sem og sinna þeim sem málefnum sem eru á akrinum annars staðar og eins með samfélag að miðla sér náðargjöfum og annað slíkt. Og ég hvet ykkur sem svona eruð í forsvari söfnuði að kynna ykkur þetta og vonandi getur það opnað nýjar leiðir í starfi kirkjunnar í kristniboði. Að lokum langar mig aðeins svona að draga saman að bara til að minna á það að kristniboð er hlutverk allra safnaða. Ég verð stundum var við það af því að ég starfa í yfirstjórn kirkjunnar og áhugamanneskja kristniboð að í sumum söfnuðum það þannig að menn segja bara, ég meina íslenska kristniboð þeir sinna þessu, þeir sjá þetta Við þurfum ekkert að sjá þetta því að kristniboðshreyfingin sér þetta mál, við þurfum ekkert að hugsa þetta. Við erum bara í að skýra ferma og grafa og allt þetta og það sjá bara aðrir þetta. Og þetta er mjög alvarlegt
finnst mér finnst þetta mjög erfitt að heyra þetta, en þetta staðreynd sumstaðar í kirkjunni okkar. Og ég vil minna á tengsl orðsins og menningarinnar, að við komum á móts við þá menningarhópa og þetta breytta samfélag okkar, að ef við ætlum að ná því að boða hér á Íslandi, þá verðum við að vera opin fyrir því að það mjög breytt menningar umhverfi hérna. Og við þurfum að vera opin fyrir tengsl boðunar og þjónustu. Þetta óaðskiljanlegt að boða og þjóna. Því að hvernig getum við boðað kærleika aðeins að sýna kærleika? Og síðan það að vera lærisveinn, að sækjast eftir því að verða fyrir umbreytingu andans. Við verðum hvert og eitt að sækjast eftir því og biðja Guð það að umbreyta okkur, gefa okkur þrá til þess að færa öðrum þennan fagnaða boðskap og biðja að fá að læra það þannig að við getum verið lærisveinar líka. Því að það segir í kristniboðskipuninni ekki bara við að skýra alla, heldur eigum við, hvernig var þetta? Gera alla þjóðir að lærisveinum. Og við getum ekki verið lærisveinar nema andinn hafi snert okkur og umbreytt okkur. Og síðan bara þetta spurningarnar, erum við boðandi kirkja? Viljum við vera boðandi kirkja? Ég býst við að svörin við þessum spurningum séu bæði já og nei, eftir í hvaða samhengi við komum við það. En þetta eru þær spurningar sem mjög mikilvægt að við horfum til og svörum já. Og myndin þarna úr kirkju í Keníu. Við höfum sjálfsagt kallað þetta væri líkast hænsnakofa, En þessi kirkja hafði þak og þarna var fólk glatt og það var þarna í marga klukkutíma. Konurnar voru búin að ganga þarna í fleiri sem var í 10 tíma til að komast í messu. Þetta var bara þeirra líf að komast í messu og þær vildi ekkert klukkutími. Ég meina, fyrst ég voru komnar á annan borð, þá var nú bara að syngja og þegar við komum þarna voru sumar búin að vera þarna að syngja í marga tíma, Svo var messan í klukkutíma og við vorum ekkert lengur en þau voru þarna áfram. Því að þetta var svo gaman og það var svo mikil gleði. Og ég vil enda þetta á því að tengja þetta orðum Örnu í ráðan sem myndi okkur á þessi orðum Filippíubréfinu, verðum glaðir og það gleðin sem við viljum breiða út með því að vera boðandi kirkja. Takk fyrir.